Á Siglufirði rekinn einn flottasti fjölmiðill landsins og þótt víða væri leitað. Það trölli.is sem fréttasíða og FM Trölli sem útvarp. Þar ráða ríkjum Gunnar Smári Helgason og Kristín Sigurjónsdóttir, hjón, sem búa á Siglufirði, en hálft árið á Gran Canaria í Helli. Komum að því betur og eftir. En ég fékk að fylgjast með þeim einn sunnudag fyrir allnokkru þegar þau voru enn á efri hæðinni í ljóðasetrinu á Siglufirði, en þá stóðu fyrir dyrum flutningar. Ég fékk að vera á flug á vegg þennan eftirminnilega sunnudag. Very good cover versions as well as buried album tracks that you might not have heard before. So please join me on the fabulous FM Trölli from Siglufjörður in Iceland. See you soon. Þátturinn að utan fyrir loftið á þriðjudaginn 1. september næstkomandi. Hlustið á þáttinn að utan hér á Trölla FM 103.7 og á netinu trölli.is. Einnig þið náttúrulega að fara til að spila Góðir hlustendur, nú hefst þátturinn 10 dropar. Umsjónarmenn eru hjónin Kristín Sigurjónsdóttir og Gunnar Smári. Já, komið sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í þáttinn 10 dropar sem að núna sendur út frá Siglufirði. Nánar tiltekið í húsnæði Ljóðaseturs Íslands, þó að þetta tengist nú kannski ekki ljóðaseturinu beinlínis, en við kannski tölum aðeins meira þá eftir. Ég heiti Gunnar Smári Helgason og hjá mér situr mín ástkæri eiginkona að vanda, Kristín Sigurjónsdóttir. Hæ Kristín. Hæ. Hvað segir í dag? Herru, ég bara mjög hress í dag. Já. En þetta verður stór dagur hjá okkur í þessum útvarpsrekstri. Já, þetta er óvenjulegur dagur. Þetta er óvenjulegur dagur. Einstakur dagur. Já, nú erum við bara að fara að pakka niður einu stykki stúdíó á eftir. Já, það er bara svoleiðis. Og bruna með á annan stað. Já. Nú erum við að fara að breyta til. Nú við tölum aðeins meira þá eftir. Við ætlum að heyra í meira þá að heyra í væntanlegum þáttastjórnendum frá útlöndum sem eru Íslendingar en eru að fara að byrja með þátt hérna núna, eða þætti hérna. Já, það er að byrja núna 3 þættir. Einn gamalkunnugur og 2 nýr. Já, þannig að það er ýmislegt að gerast. Það er mikil gróska, en við getum líka sagt frá því að við höfum notið velvilja hans Þórarins Hannessonar. Jú, heldur betur. Hérna á Ljóðasetri Íslands. Já. Og fengið að hafa stúdíóð hérna síðastliðin ár. En nú eru mikla breytingar hérna á húsnæðinu. Já. Nú var verið að skipta þak í síðustu viku og svo ætlar hann að fara að rukta til öllu hérna á þessari hæð. Akkurat. Og það er mjög spennandi tíma framöndan hjá honum sem hann á eftir að segja frá seinna. Sem hann hvíslaði nú að okkur og við förum nú ekki að kjafta frá. Nei, við pásum okkur á því. Nú, við förum náttúrulega yfir fréttir vikunar á trölli.is og svo spilum við hvorki meira en minna en 3 ný íslensk lög í þessum þætti. Já. Þannig að það er ýmislegt að gerast í dag. Er það ekki eiginlega 4? Eflaust. Ég er ekki góður að telja, sko. Nei, við settum eina frétt í lofti í gær. Ok. Og svo eru 3 í dag, þannig að það er alveg brjálað að gera í íslensku tónlist. Já, alveg hreint. Heyrðu, við byrjum þetta að vanda á honum Daniel Boone með lagið Beautiful Sunday. Þetta var auðvitað Daniel Boone með lagið Beautiful Sunday og þessi Sunday hérna í dag hann ekki eins fallegur og síðasti sunnudagur en hann samt alveg fallegur, sko. Já, mér finnst það rosalega flott skýin og svona. Já. Miklu skemmtilega að taka myndir á svona dögum. Jú, reyndar. Heldur þegar það einhver flenni sól. Það reyndar alveg hárrétt. Já. Þetta veist þú tekur svo mikið myndum. Já, ég reyndi að fann að nota síman ansi mikið núna. Já, það? Já. Af hverju það? Bara svona, þegar maður sér einhverja svona eitthvað fréttatengt, þá rífur maður upp síman. Maður ekkert alltaf með myndavélin á sér. Þú veist hvað besta myndavélin? Það er hægt að leiða rök að því hvað besta myndavélin. Já, það bara myndavélin sem ég með á mér. Já, nákvæmlega. Myndavélin sem til taks þegar á þarf að halda. Já, og ég var ekki einu svona búin að æfa þetta fyrirfram. Nei, þú bara mundir eða vissir þetta. Þetta bara svona, það þarf ekki. Þetta bara svona, maður verður bara að reyna að redda sér og gera það besta úr því sem að til staðar. Já, einmitt. En herðu, að öðru, það rosalega mikið að lögum sem við erum að fara að kynna núna í þættinum. Já.
og eitt af þeim hún Eivör, hinn færiðeska. Jú. Sæta Eivör. Eivör Páls. Já. Það flott kona. Alveg rosalega, svona, hún svo mikla útgeislum finnst mér. Já, alveg gríðarlega. Já. Ég held hún sé göldrótt, sko. Já, heldur það. Já, hún allavega sjaldan í skóm. Já. En svona öllu ganni sleppt að þetta lag sem við ætlum að spila núna heitir Let It Come og það af plötu sem að nefnist Sell. Já, alveg rétt. Og fylgir eftir henni frábæru Slör sem kom út 2017. Akkurat. Við spilum með mitt annað lag sem kom út fyrir nokkrum vikum síðan. Já, hún svona kynna eitt og eitt lag til leiks. Já, hún svona tína þetta í okkur. Hún að tína þetta í okkur og það fylgir þessu mjög skemmtilegt myndband sem líka inn í fréttinni. Þetta náttúrulega, þessi frétt komin í gær 29. ágúst á trölli.is og sem sagt samhliða útgáfu lagsins kemur tónlistarmyndband í leikstjórn Einars Egils. Já. Sem að ég hef fyrir satt að sér sonur Egils Eðvarssonar sem að var sjónvars þátt, eða sem sagt svona pródúsent kalla sem sagt upptökustjóri já, í sjónvarpi í áratugi, já. Ég vann oft með honum í gamla daga. Já. En skelltu laginu á, ég skellti laginu, það Eivör með Let It Come. Þátturinn 10 dropar á dagskrá alla sunnudaga frá klukkan 13 til 15. Sæl, kæru áhorfendur og velkomin í þennan þátt okkar og takk fyrir að horfa þið sem hafa verið að horfa á þessa þætti okkar undanfarið. Ég heiti Gunnar Smári Helgason og þetta hún Kristín Sigurjónsdóttir, kona mín. Hæ. Já, við höfum verið að gera svona myndbönd eins og þið kannski sumvitið sem eru orðin áskrifendur á hverjum degi og ætlum að gera það áfram núna á meðan að við erum í útgöngubanni hérna á Kanarí. Og við erum náttúrulega gríðarlega einangruð hérna, mjög einangruð, við erum fjarri öllum mannabyggðum, það engin manneska hérna neins, það í nánd við okkur. Það eina sem að við sjáum kvikt hér og það eru svona eitt og eitt skordýr og kettirnir. Og eðlur. Já, það svolítið eðlum. Já, það eru bara vínalegar, mjög vínalegar. Mjög gaman að þeim. Nú, í dag þá þurfti Gunnar að skella sér til byggða. Til þess að ná í vistir og sko ég fór fram á það að við myndum gæta ítrustu varúðar að öllu leyti og það svo skrítið fyrir svona 2 dögum síðan sko þá hef ég ekki pælt í að gera þetta en við erum bara einhvern veginn að vakna upp við alvarleikann, hvað í gangi? Já, einmitt. Þú átti svolítið slæma, það svona sjokkta í dag. Já, þetta tók aðeins á mig að fara ég fór í Atlantico sem svona verslunarmiðstöð hérna niður í Vecindario. Sem við höfum oft farið í. Já, bærinn hérna fyrir neðan okkur. Já. Og þarna er verslunarmiðstöð með fullt af verslunum og þar á meðal stórmarkaður eða svona súpermarkaður sem að selur matvöru og alls konar sérvöru. Og þarna í Atlantico líka fullt af öðrum búðum með allt mögulegt. En talandi varúðarástafanir, við tókum upp smá myndband til þess að sýna hvernig þessar varúðarástafanir fóru fram. Já. Við fengum náttúrulega enga grímun eins staðar. Svo fundum við grímur í byggingafræðversluna sjálfsögðu. Já. Við fjárfestum í þessu, 4 svona grímum. Og Bob Marley buffinu. Já, og Bob Marley buffinu. En þú settur upp grímu. Já. Þú settur upp buffið þitt. Og hanska. Og varst með sóttrensandi líka í mittisveskinu sem að þú keyptir sérstaklega til þess að vera með sóttrensidót. Já. Vegna þess að það ómögulegt að vera með þetta í einhverjum bakpókum og svona. Já, drasli var hægt að komast fyrir í vösunum. Já, einmitt. Nú, En þarna ég að arka á stað sem sagt að fara í verslunarlegangu til byggða. Já. Hellisbúinn að fara á Abuelo, já. Abuelo hinn hvíti. Já. Það bíllinn okkar. De Blanco. Trölli.is og FM Trölli sitt hvor hluturinn. Þó að hvort ekki heiti þetta Trölli. Já. En Trölli.is fréttavefur sem við höfum reikið dálítinn tíma og ég held að væri nú betra að kona mín talaði hann en ég skal tala FM Trölla við þig ef þú vilt. Það útvarpsstöð sem að
við settum í gang, eða ég setti í gang fyrir 10 árum síðan á síldarævintýri á Siglufirði. Þá bara í 1 viku. Það gerist 2 sumur í röð og þetta náttúrulega var svolítið flókið. Það þurfti að fá lánaðan sendi og það þurfti að fá leyfi hjá STEF og Póst- og fjarskiptastofnun og fjölmiðlanefnd, minni mig. Og kostaði þó nokkuð mikið. En svo fór mér að leiðast svolítið að þurfa alltaf að hætta með þetta þegar að verslunarhelgi var búin, síldarævintýrið. Svolítið að það var farið að kanna það, hvaða möguleika var á því að hafa þetta lengur og til að gera langa sögu stutta þá var samið við alla þessa aðila og frá því sem sagt hefur FM Trölli verið rekin allt árið og þannig að þetta kannski gömul útastella í mér sem að hófst þegar ég var barn. Já. Pabbi gerði við útvarpsstundum og það var til dálítið af gömlum svona útastækjum sem að áttu sér ekki möguleika og ég fekk að rífa þau í sundur og kíkja inn í þau og mér dreymdi alltaf að búa til sendi. Það var stóri draumurinn. Og það tókst þegar að ég stækkaði svolítið og ég rak til dæmis ólöglega útastöð á Reykjaskóla þegar ég var í landsprófi þar 1970 og eitthvað pínlítið og aftur á Laugarvatni í 2 vetur alveg kólólöglegar útastöðar og fannst eiginlega gaman. En ég var ekki mikið að tala í útvarpið á þessum tíma. Ég var með aðra í því. Ég var meira bara í því að koma í loftið og láta þetta virka. Fannst það mest gaman. Þannig að útvarpsstellan byrjaði mjög snemma. Nú, ég var tæknistjóri Bylgjunnar í nokkur ár. Rétt fyrir 2000 og þar fékk ég náttúrulega mikla reynslu og vitneskju allt möguleg. Ég var hljóðmaður hjá Stöð 2 smá tíma, send út svona viðtöl í setti sem maður segir í sjónvarpssal og fór líka svolítið út á örkina eða út af örkinni, segir maður það ekki, til þess að taka upp svona eins og Spaugstofun og ýmislegt sem var ægilega gaman. Já. En þegar ég flutti til Siglufjarðar 2006 og þá var það mjög stutt í það að þetta byrjaði þessi FM Trölli og 10 ára í ár. Hvernig að reka fjölmiðil yfirleitt útastöð, segjum bara út á landi? Það náttúrulega ýmsar hliðar á því, til dæmis fjármálahliðin, hún þannig að þetta náttúrulega hugsjón og þannig að ég rek þetta á eigin kostnað. Það eru sára litla tekjur af þessu og sérstaklega núna þessar mundir. En ég á ekki vélsleða, ég á ekki flugvélastöng og ég á ekki haglavissu. Ég á ekki einu sinni skíði. Verði golf? Ég fer ekki í golf. Þannig að ég á nóga peninga til að reka útastöð að ganni mínu. En eitt af því sem að gladdi mig þegar ég kom að það niður að það var það að þeir spritta kerrurnar. Já. Og það þarf ekki að setja evru í eins og venjulega. Nei, það alltaf það, maður þarf alltaf að borga. Já, maður þarf að losa þær í sundur með annarkvort 50 centum með evru. En það þurfti ekki og þá var þarna maður bara stanslaust í því að spritta kerrurnar og þrífa þær. Já, en mér sýnist nú ekki vera mikil svona vöruskortur að sjá þarna allavega á þessum myndum. En þarna sést að það eru fáir á ferli. Það eru mjög fáir á ferli. Já. Og eitt af því sem vakti athygli mínu var það að sérdeildirnar margar eru lokaðar. Þið sjá skiltin þarna sem að sýna það að það eru lokaðar þessar sérdeildir sem eru bara þó nokkuð margar og fínar í þessari búð. Og annað sem að ég þótti væntum að þeir mælast til þess að það sé ekki hafður minni fjarlægð á milli manna heldur en 1 meter. En ég fór nú þarna mest til þess að kaupa mat, þannig að það kom nú ekki að söka að það væri lokað í sjónvarpsdeildina eða potta á pönnudeildina og það allt saman. Ég gerði mjög einfaldan lista fyrir þig. Já, en langan, hann var svolítið langur. Já, hann var svolítið langur, en það var ekkert að vera til hjá okkur. Nei, það kom fram í síðasta myndbandi. Það var alltaf að vera tómt í þetta, en ég vildi sko ekki að þurftir að fara að leita af neinu sem að væri flókið. Einmitt. Þarna erum við komin í maturdeildina og það er nú alveg að sjá að það er alveg til alveg sitt lítið að hverju. Já. Kjötborðið var ekki mikið að vera þar en
Ég ætlaði nú að kaupa svona, ég ætlaði að vera fljótur og kaupa svona bakkamatt, svona sem sagt innpakkað og þar var ansi tómlegt. Já. Þannig að ég keypti síðasta hakkbakkan en svo náttúrulega, sko, þegar að eiginmaðurinn fer í búðir og með innkaupalistar frá konni, þá er gott að hafa FaceTime. Svoleiðis að við spjölluðum aðeins á FaceTime. Já. Og þetta hafðist á endanum að versla, ég held ég að fengi allt nema skæri og dósamatur var ein línan. Já, það var líka því þú miskildir dósamati, sko. Ég var að tala blandagræmeti og baunur og svona. Já. Þú sást fyrir eitthvað svona saxbuff eða eitthvað. Eitthvað svona hefðbundin dósamat. Svona fyrir kjarnorkustríð. Já, fyrir kjarnorkustríð. Já. Og nú eru þið hjónin með útvarpsþátt á sunnudum. Hvernig gengur það samstarf? Það gengur bara voðalega vel. Ég man eftir fyrstu 2 þættirnir voru undirbúnir svona smotteri og settum eitthvað smotteri, það var handrit alveg í heilt 2 skipti. Það voru 2 A4 blöð fyrst, sko, handrit. Já, þau eru til ykkur stað, sko. Já, en síðan er þetta bara búið að vera uppur okkur í hver skipti og eins og við segjum hérna í kynningunni að þá er þetta bara voða heimilislegt hjá okkur. Já. En þetta er svona sunnudagsiðjan okkar tröllahjóna. Já, alltaf nóg efni. Já, við náttúrulega förum yfir, við erum alltaf að setja ný lög inn á trölla og við reynum að kynna þau, við reynum að kynna íslensk lög líka því að það er alltaf verið að senda okkur nýútkomi lög og síðan förum við frétti vikunar á trölli.is. Já. Og það er að nóg að taka þar. Já, fáið þið viðbrögð? Já, við fáum viðbrögð. Já, og það er greinilega verið að hlusta á okkur og... Sko, viðbrögðin varðandi það að spila nýja íslenska tónlist eru mjög greinilega vegna þess að það er alltaf að aukast. Það er alltaf fleiri og fleiri tónlistamenn að senda okkur efni sitt til þess að fá það að spila. Já. Þannig að það er alveg augljós viðbrögð. Já, og svo er stundum verið að senda manni skilaboð hérna í miðjum þáttum og þakka manni fyrir og allavegana. En sko við lítum á þetta þannig að við erum fyrst og fremst að gera þetta fyrir okkur. En það er bara mjög gaman þegar fólk eða hjón geta verið með svona sameiginlegt áhugamál. Og sunnudagarnir hjá okkur byrja bara með morgunmat og svo er bara farið í þessa þáttagerð. Já. Þetta er sunnudagsmessan ykkar. Þetta er sunnudagsmessan okkar akkurat og það er alveg sama hvar við erum stödd á landinu í heiminum og þó við séum saman í sitt hverju lagi að við erum að senda út þennan þátt. Já. Og oft hefur hann nú verið skrautlegur því að ég man eftir því að einu sinni þá var ég að passa í Grindavík ömmubörn og foreldrarnir voru að fara út á dyrunum til þess að fara út á flugvöll og ég var þarna í viku og á meðan á öllu þessu stóð að þá satt ég við sófaborðið og með headphone og mic og við vorum að senda út þátt og hann satt hérna á Siglufirði. Já. Einu sinni þá var ég hérna á Siglufirði og fekk aðstoð hérna í tæknimálunum. Hann satt á vegakanti út á Kanari aftur í bíl þar sem var Róni að reyna að komast inn í bílinn. Hann vildi búa með mér. Hann vildi fara að búa með Gunnari og svona sko við höfum verið að ferðalagi, við höfum verið að Hvammstanga og við höfum bara verið að senda þessa þætti út hérðan og þaðan. Já, og svo verið hellisbor og innlyksa í útlöndum. Já, við erum búin að pröfa það og við erum svo sannarlega hellisbúar því að við eigum helli út á Kanari. Já, Gran Canaria. Þetta er náttúrulega bara eins og hverjunu klikkun, reynd út sagt. Já. En við sáum þessa paradís fyrir 1,5 ári síðan og það var bara rokið til og fjárfest í þessu og þetta eru alvöru hellar sem eru í gljúfri upp í fjöllum á Gran Canaria þó nokkuð hátt uppi, þetta eru 2 hellar þar sem að við búum og við lentum einmitt í því núna í COVID að einangrast þarna í 60 og eitthvað daga. Í 60 daga sá ég enga aðra mannveru en Gunnar Smára. Það er ekkert annað. Nei, og það er nú merkilegt nokk sko að hann skuli halda hausnum ennþá. En þetta var mjög skrítið og maður bara kláraði þetta verkefni en ég finn það eftir á að auðvitað hafi þetta áhrif.
heimurinn alltaf var bara á hvolfi allstaðar. Þið máttu ekki koma heim náttúrulega? Nei, við máttum ekki, eða komumst bara ekki heim. Nei. Og þetta var náttúrulega, sko þetta var, og þarna út á Kanarí var bara tekið mjög strangt á þessu. Það var vopnuð lögregla og fólk fór eftir reglum og það mátti bara einn fara í búð þannig að hann fór og náði kost. Ég keypti mat fyrir 25 eða 6 eða 7 daga einni ferðinni. Já. Fór í bæinn með grímu og hanska og buff hérna svona fyrir andlitinu og sprittið alveg á kantinum og keypti 2 eða 3 sko tróðfullar körfur, stórar körfur af vörum og fyllti bílinn sem að nú þó nokkuð stóru jeppi og þetta var algjört ævintýri og þá fékk ég svolítið áfall að hérna, fara í þessa ferð þá áttaði með þessu á því hvað þetta var í raun og hrikalegt ástand. Já. En hvernig var að halda úti útvast þetta á meðan? Já, við náttúrulega heldum úti fréttavefnu líka. Já. Og þessum útvarpsþætti og það náttúrulega var ekkert mál vegna þess að við höfum náttúrulega verið að gera þetta en við bættum í á þessum dögum en það náttúrulega þurftum við að hafa eitthvað fyrir stafni og það er svo sem alltaf nóg að gera hjá okkur, það vantar ekki en þarna bættum við inn YouTube-myndböndu líka af lífi og starfi og þessum ævintýrum hérna upp í þessum helli. Já. Þannig að það er Við stofnum YouTube-rás Cave Couple í einu orði og þar eru þó nokkuð mörg vídeó sem að við gerðum svona það bil 10 mínútna löng sem við gerðum af lífinu þarna úti. Já. Fórstu ekki með annars í tímamóta klippingu þarna? Jú, hann klippti mig og það gekk bara mjög vel svo fór ég í klippingu eftir hérna útgöngubann lauk og það var önnur tímamóta klipping og það var, því að Bjeviti Speinið, hann hérna, ég sagði bara poko og hann ákvað það að þetta nú eitthvað að hressa upp á hárað á kettlingun og íðilaði hausinn á mér. En þeir kunna ekki á svona norrænt hár þarna spænsku klippararnir, það er allt talað meðal Íslendingana. Já, þannig að nú bara klippum við hvort annað hér eftir út á Kanarí þegar við erum þar. Já, ég segi svona. Klippa YouTube og hár. Já. Og við erum hérna í þessari einangrun og getum alltaf ekkert farið og megum ekkert fara og erum ákveðin í því að vera hérna áfram. Já. En við getum sagt frá því að við erum stödd hérna inn í öðrum hellinum okkar. Já. Þetta eru 2 hellar hérna hlið við hlið sem við búum í og við eigum eftir að taka þennan allan í gegn. Já. Við erum búin að taka hinn alveg í nösina og gera hann mjög notalegan og þægilegan, það er svona svefnhellirinn okkar. Já, ég málaði hann allan alveg hátt og látt. Já, það fóru hvað, 35 eða 40 lítrar? Nei, kannski. Það fóru held ég 25 lítrar eitthvað svoleiðis að málingum. Allavega hana. Já, ekkert mjög stórt herbergi. Nei, en hérna sitjum við innan bara eigurnar sem fyrri eigandi átti. Já, þetta hérna fyrir aftan okkur, þetta er dót sem var hérna þegar við komum. Já, og hérna við sitjum við steinborð. Þetta er alvöru Fred Flintstone borð. Já. Sem var flutt frá Finnlandi. Já. Og það voru 6 menn sem þurftu að bera þetta. Já. Fílhrausti kallmenn sem þurftu að bera þetta inn í hellin hjá okkur. Einmitt. Eða inn í hellin. Já, svo var það fyrir 2 ára síðan, eða rúmum 2 ára síðan að við okkur langaði til þess að fara að bæta aðeins í. Og við höfum bæði verið í fréttamennsku aðeins þannig að við ákváðum það að stofna fréttavef samhliða útvarpinu og það var 1. mars 2018 sem að vefurinn fór í loftið. Nei. Það var 1. maí 2018 sem að vefurinn fór í loftið og hefur bara gengir alveg bara lygilega vel. Við erum með bara heilmikla lesningu. Við erum að setja inn svona 4 upp í 7 fréttir á dag og reynum að miða við hlustendarsvæði Trölla. Við erum með 5 endurvarpsstöðvar og þannig að það er Eyjafjörður, Ólafsfjörður, Siglufjörður, Skagafjörður og Hvammstangi. Þannig að við reynum svona að miða fréttirna við þetta hlustendarsvæði okkar en auðvitað förum út í víða völl og við höfum verið að bæta við Kanarí
og við erum að taka stjórnarráðsfréttir svona sem að svona miða við landsbyggðina, þannig að þetta bara heilmikil pæling og svo erum við náttúrulega líka að búa til fullt af fréttum og ég líti á það að svona fréttavefur þetta miðill. Við erum ekkert ég og mig frá mér til þín, við erum náttúrulega að kíkja eftir efni og öðrum miðlum líka og reynum að vera í góðri samvinnu við aðra miðla á svæðinu og jafnvel stóra miðla og það alveg ógrynni af fréttum sem að hafa ratað í landsmiðlana frá okkur. No. Og ég hef einmitt verið að halda aðeins utanum þetta og bæði lengt og ljóst, eins og maður segir. En við reynum nú að sýna það að við vísum alltaf í þá sem að við erum að miðla frá. Og svo ég ljósmyndari, þannig að mér finnst alveg rosalega gaman að taka fréttamyndir og bara alveg frá því ég var ljósmyndanámi að þá var það alltaf mín sterkasta hlið að taka fréttamyndir. Þannig að þessi samvinna hefur gengið alveg ótrúlega vel og hann náttúrulega sér vel tæknimál. Þannig að þetta bara hjarta á sálinn í þessu starfi hreinlega. Þið eru bæði á heimavelli? Já, bara mjög svo og ofsalega góð samvinna hjá okkur. Það bara, þetta rennur alveg áfram og okkar áhugamál, þau eru bara svo svipuð þó að þau skarist einhvers staðar á og þá einhvern veginn eru þau alveg samhliða. Þátturinn 10 dropar á dagskrá alla sunnudaga frá klukkan 13 til 15.